fundargerðir menningar- og ferðamálaráðs frá því 14. og 28. apríl, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá því 23. og 30. apríl og fundargerðir velferðarráðs frá því 30. apríl. Enginn hefur kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst honum lokið. Þá eiga fulltrúar eftir að boða sínar bókanir. Tökum það í röð undir öðrum dagskrárlið. Fulltrúar Samfylkingarinnar og Besta flokksins eiga eftir að koma hingað upp og tilkynna ekki satt gagnsbókun varðandi þessum dagskrárlið. Einnig undir 5. dagskrárlið. Orku? Öðrum dagskrárlið? Afsakið fyrirgefðu, ég hélt þú hefði verið búin að því. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Nei, ég bara svona velti því fyrir mér. Það er svo ein. Það er komið. Forseti, borgarfulltrúar, ég les hér bókun borgarfulltrúa Vinstri grænna vegna varaáætlunarinnar. Svohljóðandi með leyfi forseta. Tenging borholanna í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun getur orðið til þess að virkjunin standi undir þeirri 303 megawatta raforkuframleiðslu sem henni var ætlað til langrar framtíðar. Það hefur þó enginn fullyrt enda væri það óábyrgt. Jarðvarmavirkjanir eru ýmsum duttlungum háðar og reynslan hefur sýnt að fjöldi fyrirséðra og ófyrirséðra vandamála fylgir rekstri þeirra. Það er því sjálfsögð og eðlileg krafa í þágu almennings og umhverfis í nútíð og framtíð að gerð verði varaáætlun um viðbrögð ef tengingin skilar ekki áætluðum árangri. Allar nauðsynlegar upplýsingar liggja fyrir til að hægt sé að gera kröfu um gerð varaáætlunarinnar. Það er staðreynd að ekki er víst að tengingin skili árangri og jafnframt að það er engin varaáætlun í gangi. Það sætir því furðu að meirihlutinn skuli ekki treysta sér til að samþykkja tillöguna heldur vísa henni til borgarráðs til frekari umfjöllunar. Borgarstjórn Reykjavíkur ber pólitíska og lýðræðislega ábyrgð á rekstri Orkuveitunnar og henni ber að gera kröfur fyllstu varúð í allri starfsemi fyrirtækisins. Það er synd að borgarfulltrúar annarra flokka treysti sér ekki til að axla þá sjálfsögðu ábyrgð nú þegar. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að kynna sína bókun undir öðrum dagskrárlið. Þá kynnir fulltrúi Besta flokksins gagnsbókun undir þeim dagskrárlið. Gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég kynni hér gagnsbókun borgarfulltrúa Besta flokksins og Samfylkingar. Hún hljóðar svo. Borgarfulltrúa Besta flokksins og Samfylkingarinnar telja farsælast að fá stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur til að gera grein fyrir því í borgarráði hvernig bregðast megi við þeirri stöðu að ónóg orka verði til staðar fyrir Hellisheiðarvirkjun umfram þær ráðstafanir sem þegar hafa verið ákveðnar. Í framhaldi af því er svo eðlilegt að taka ákvörðun það hvort og þá hvernig skuli standa að gerð varaáætlunar orkuöflun og orkuframleiðslu. Það er fulltrúi Besta flokksins lokið við það að gera grein fyrir bókun undir öðrum dagskrárlið. Okkur vantar bókun undir 5. dagskrárlið og þá kemur hingað upp borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir og gerir grein fyrir þeirri bókun. Hvað er 5. dagskrárlið? 5. fjölgun borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Besta flokksins og Samfylkingarinnar óska bókað eftir 5. lið. Borgarstjórn samþykkti samhljóða í febrúar síðastliðinn óbreyttan fjölda borgarfulltrúa til ársins 2018. Engin afstaða hefur verið tekin til ákvæða laga fjölgun borgarfulltrúa á vettvangi borgarstjórnar og telur meirihlutinn rétt að það bíði nýrrar borgarstjórnar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fara þó óvenjulega leið að gera öðrum upp skoðanir í bókun sinni, færi betur á því að þeir létu duga að bóka eigin afstöðu. Borgarfulltrúi. Þá er þetta gagnsbókun Vinstri grænna, Samfylkingarinnar og Besta flokksins. Þá liggur ekki fleira undir þessum fundi og segi honum slitið kl. 17:38. Ég segi takk fyrir og góða 19:38. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.